að fá því heimsókn. Já, takk fyrir að bjóða mér. Gaman að vera komin hingað. Hvað eru menn að bralla núna, sko? Það er svona ferillin hjá þér var svolítið að þú komst með miklum svona látum inn í umræðuna fyrir, hvað maður að segja, svona 1,5 ári, 2 árum þegar það var mikill stormur í samfélaginu og síðan í kjölfarið að því fórst í framboð og nú ert í borginni eða hvað? Já, ég er fyrst í varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn Reykjavíkur og bara er á fullu því og mér finnst það skemmtilegt. Þannig að ég held að stjórnmálin eigi bara ágætlega við mig. Þegar menn fari í stjórnmál og eru formlega komnir inn í annarkvort borgina eða alþingi, gerist það sjálfkrafa að maður hefur þá aðeins minni skoðanir opinberlega á umdeildum málum eða? Það fer eftir hvað svona stíl maður vill hafa, sem sagt borgarmálin eru þess eðlis að þau fjalla mikið þjónustu, svona grunnþjónustu, eins og leikskóla, grunnskóla, félagsþjónustu, félagslega aðstóð og svo framvegis og svo skipulagsmál, mjög mikilvæg og líka fjármál og þú veist, þannig að maður er að leggja áherslu á þá málaflokka í stjórnmálum sem sveitarstjórnarmaður og ég verð að segja að það komið mér aðeins óvart að ég er svona meiri áhuga á borgarmálunum en ég átti kannski vona á fyrirfram og að því að mig eina ástæðan fyrir að ég bauð mig fram er að ég vildi gjarnan leggja mitt að mörkum til þess að borgaraleg gildi næði betri árangri í borgarstjórnarkosningum. Hvað kallar borgaraleg gildi? Það eru ákveðin grunnur sem að Sjálfstæðisflokkurinn stendur á. Það er að segja trúin á einstaklingin, trúin á því að ef við gefum venjulegu fólki eða bara fólki tækifæri á að blómstra þá finnur það leiðir til þess ef það er ekki búnir til og margir vegartálmar eða þrándar í götu af hálfu hins opinbera þannig að lífsviðhorfið er að við treystum fólki. En hvað með og svo líka það að þú veist þannig að umsvið hins opinbera eiga að vera minni frekar en meiri og að það séu svona jöfn tækifæri að fólk eigi á grundvelli sinna verðleika að geta bjarga sér í lífinu. En hvað með bara svona appar eins og Sjálfstæðisflokkurinn? Þú veist, þetta er risastórt stjórnmálaafl og svo þurfa menn að gera málamiðlanir og það er verið að fara, því ég er alveg hjartanlega sammálaður. En ég hef svo, er ekki dálítið erfitt að koma inn í svona stóra, ég ætla að segja innan gæsalappa stofnun, sem kannski mitt orðin bara svona, þú veist, er ekki bara allir stjórnmálaflokkar dálítið í því að stækka kerfin alltaf og og einmitt, bara einstaklingurinn er orðin dálítið aukaðatriði. Það er eina ástæðan fyrir því að ég fór í stjórnmál. Ég hafði lengi haft hug á því vegna þess að ég taldi löngu áður en ég fór í stjórnmál að Sjálfstæðisflokkurinn ætti að gera betur allan henni í borginni og að Sjálfstæðisflokkur, árangur Sjálfstæðisflokksins í mörgum kosningum síðan í raun og veru frá efnahagshruninu 2008 hafi ekki verið fullnægjandi og ég vildi það sem að mér hefur fundist eða fannst áður en ég fór í stjórnmál er að menn voru að hverfa frá grunngildum eða vera hræddir við að tjá sig og standa fyrir ákveðnum málflutningi sem er hægt og séðandi til þess fallin að afla fylgis í staðan fyrir að alltaf að fara inn í miðjuna eða falla inn í eitthvað móð sem er í gangi í fjölmiðlum og í samfélagsumræðinni að segja lausnin er ekki alltaf að auka afskipti hins opinbera eða koma á nýjum ráðum og nefndum og stýrihópum og spretthópum og svo framvegis að lausnin, hún felst oft í fólkinu sjálfu en ekki í embættismannakerfinu og í stjórnmálakerfinu og það eru þau svona grunngildi sem að mín pólitíska sýn alveg frá því að ég er mjög ungur hefur byggst á og það þýðir margar erfiðar ákvarðanir
ég vil standa fyrir ákveðnum hlutum sem er erfitt að taka ákvörðun en það gengur ekki að reka hið opinbera á sko lánum endalaust og á óábyrgan hátt og það er grundvallaratriði. En einmitt þetta sem þú ert að segja núna, því að við langar að tala meira hérna, stjórnmál og bara samfélagsmál almennt við þig. Þú nefndir að vera hræddur að tjá sig og að hafa hugrekki til að taka jafnvel óvinsælar ákvarðanir. Hvaðan kemur það hjá þér sko, að þora, einmitt, bara eins og pistlarnir sem þú varst að skrifa, svona, að þora vaða inn í eitthvað sem á þeim tíma bara, mjög mikið af fólki örugglega sammálaðir, en vestur bara, nei, ég er bara þetta með fjölskyld og pötn og ég er ekkert að fara að taka þennan slag, sko. Já, kannski, sko, kannski sumileiti svona lífsreynsla, vegna þess að eitt af því sem að gerðist kannski þegar ég var í háskólasamfélaginu og var í ákveðnu stöðu, þá lærði ég það að ef að sko ég gef eftir minn karakter og læt undan eins og ég gerði þar að segja með því að sumileiti að þegja eða með því að gera ekki eitthvað sem ég langaði til að gera eða vera svona með uppbyggilegur og láta fólk í valdastöðu, láta fólk sem æðra mér í einhverjum valdapíramíta segja hvernig ég hugsa, hvernig ég gera, hvað ég gera og svo framvegis, að þá er ég að brjóta sjálfan mig niður. Ég er að gera sjálfan mig veikari. Einmitt, það er rétt. Og grundallar atriði í þessu máli ástæðan fyrir því að hófa þessa pistl og svona, það var meðal annars samtöl sem ég átti við ungt fólk sem nálægt mér og svona og ég sá bara hef séð ýmislegt í gegnum skólagöngu barnanna minna og eftir aðtökum annarra barna að það er ýmislegt sem ég tel að sé sem sagt ekki í lagi með tilliti til upplýsinga til barna og ungmenna og það gerir það verkum að það er verið að þróa ákveðna, svo líka bara mati það svo þegar síðustu árin sem ég var í Háskóla Íslands að það var ákveðin þróun sem mér hugnaðist ekki sem að Hvaða þróun er það? Það er með menntakerfið og sérstaklega kannski háskólana að það sé að verða mjög skrítið umhverfiðar ef að það er ekki bara allir sammála. Já, það er aukið vægi pólitískrar rétthugsunar sem að felst þá í því að það sé, sko, pólitísk rétthugsun hún felur það í sér að það er ákveðin mengja fólki sem er að segja hvernig eigi að tala hluti, hvað megi tala og í raun og oft þannig komið vekk fyrir að það vera að ræða efnisatriði mála og draga þannig úr ákveðinni sköpun og til þess að tjá sig, svo er annar mál, mörkin á milli tjáningafrelsis og svo kannski meiðir það gagnvart einstökum einstaklingum og svo kannski hatursorðræði sem er þá gagnvart ákveðnum hópum og þetta er ákveðin lína en prinsipið í akademíu til dæmis á að vera frjálshugsun, frjálsaransóknir og að fólk er að rökræða á grundvelli staðreynda, á grundvelli hugmynda og svo framvegis. Varst þú farin að upplifa að það væri ekki þannig? Já, í stuttu máli, já. Ýmislegt svona í stjórnun og í þangagangi og fleira sem svona varandi líka styrkveitingar og svo framvegis sem að ég mat það svo allan að þessar þessi sem sagt tilneiging í samfélaginu að segja þessi tiltekni einstaklingur hann hefur gert eitthvað ránt til dæmis af kynferðislegum toga og það er kannski 1 tilvik eða 2 eða fleiri og svo koma bara svo verið að segja sögur nafnlaus og svona og svo er búin til félagsleg stemning sem að gera það verkum á viðkomandi að vera útilokaður og þetta er svona tilhneiging svo líka bara eins og til dæmis
maður sem var held ég lektor í háskólanum í Reykjavík var að tjá sig kannski eitthvað með sérstökum hætti í einhverjum logoðum Facebook síðum sem kom einhver í tæknigrein sem var að kenna ekkert við. Nákvæmlega. Og viðkomandi, nú þekki maður kannski ekki alla málavexti en umræða í kringum það mál og eftir aðtökum fleiri mál sko gera það verkum að þú getur verið með málflutning sem að fellur innan ramma þessa hóp sem að reyna að stýra umræðinni en þú ert í raun og veru kannski segja miklu verri hluti en einhver sem að stendur fyrir utan gagnvart einhverjum hópum þú veist en af því að þú ert í menginu og þá máttu tala til að illa kannski um fólk sem til hægri í stjórnmálum eitthvað svoleiðis en ef það sé omvend að þá getur bara viðkomandi verið grillaðar á teini og punktur hjá mér að sko allavega mínu upplifun var all þessi reynsla svo einhverjum 2021 sérstaklega bara sagði við mig sko þú veist það skortur hugrekki og ég vil koma fram og segja hér ákveðnar grundvallarreglur í siðuðu samfélagi og það ekki hægt að leika sér með þær eins og fólki sýnist þær eru til staðar að fenginni reynslu þær eru stjórnarskrárvarðar og það á að tala svona mála af einhverju ábyrgð þetta ekki, þú veist, þetta er svo marglaga umræða, því svo kemur inn í þetta bara samfélagsmiðlarnir, einhvern veginn, hvernig þeir hafa haft áhrif, þessi, þörf fólks til þess að vera viðurkennt fyrir einhvers konar skoðanir og þá sérstaklega til dæmis náttúrulega bara á Twitter, að það er í raun og veru svona einhvern veginn miðillinn hannaðu þannig að, þú veist, þú færði jafnvel mjög mikla viðurkenningu fyrir að vera meinhæðin í garð annara eða jafnvel og einhvern veginn að þetta allt á internetinu, að þá erum við bara einhvern veginn búin að gleyma því að það eru manneskjur þarna bakvið, sko. Að því að ég hef alveg upplifað það að fólk sem skrifar eitthvað á netinu og svo hittir viðkomandi, sko, og segir, þú skrifaði þetta mig, hérna. Þá bara horfið viðkomandi í gólfið og það bara, eins og það hafa aldrei verið þessi tenging, ég var að skrifa manneskju hérna, sko. Já, en þá komum við að vegna þess að sko, við höfum alls konar reynslu af alræðisstjórnum. Og það hluti af svona, hvað maður að segja, hluti af tilraunum fólks að stjórna eða fyrirtæki, eins og samfélagsmiðlar sem við tala að einstaklingur hann verði hluti af hóp. Og það eitt af það sem ég stend fyrir í pólitík að maður á alltaf að horfa á einstakling. Það skiptir engu máli hvaða kyn hann skilgreinir sig, litarháttur, hvað kemur og svo framvegis. Maður á að vega og meta hvern einstakling eins og hann og ekki alltaf að vera að fara að búa til eitthvað flokkunarkerfi í kringum hann þennan einstakling, bara að vera virðingu fyrir honum og sko þegar það verið að tala svona tæknibreiningar sem og samfélagsmiðlar sem varst að minnast á að það svona hugtak sem oft verið oft pælt í, sko, það dygðaskreiting og dygðaskreiting mjög það lýsir því að þú vilt fá prik frá öðrum á viðkomandi samfélagsmiðli sama hversu mikið bull það sem þú ert að segja en þú getur verið sniðugur og eitthvað svona og getur verið alltaf því rætin í garð annara en aðalatriði að þú ert að tala við ákveðin hópa fólki til þess að fá prik og þú veist það alveg stór merkilegt oft á tím sko hvað ég vil besta fólk getur dotti kannski þessa grifju sko. Þetta held ég mjög mannleg grifja af því að það bara við erum með boðefnakerfi í heilanum og það eru náttúrulega bara færustu sérfræðingar heimsbúnir að búa til þess að miðla þannig að þeir fikta eins í okkur eins og bara slottmasín, bara spilakassa sko og ef að, ég til dæmis man eftir tímabilið þar sem að ég var að tjá mig svolítið á Facebook sko, þegar fyrir svona 10, ég alveg hættur í svona sko, ég nenni því ekki. Það sem að ég tók eftir í það mitt bara, já, ef ég prófa að vera aðeins hneykslaður, þá bara fara lækið mín upp. Og ef ég hefði ekki verið meðvitaður þetta og meðvitaður að þetta ekkert mín leið, að vera hneykslaður eða fara drull yfir eitthvað. En ef ég hefði verið bara svolítið svona antisocial persónuleiki, þá hefði ég fattað að þetta bara leiðin til að fá sem mesta punkta, sko. Og þá getur þú bara einhvern veginn spíralast þangað og svo fara aðrir að spíralast með þér og áður en þú veist það, við allir komnir út í einhverja vitleysu sem að enginn ætlaði sér í byrjun, sko. Já, þú veist, það náttúrulega
þetta mannlegt eðli á margan hátt og þú veist, þannig verða líka svona öfgaöfl til eins og við þekkjum úr sögunni. Nákvæmlega. Og það eitthvað sem að verður vinsælt. Þess vegna sko mjög mikilvægt, mér fannst það á sín tíma, þú veist, á þeim tíma var ég fyrst og fremst í skákinni og þú veist að hverju hef ég að tapa? Og ég mata svo að sko ég taldi svona mjög mikilvægt að svona sjónarmið fengju að þau eru sett fram á skýran og afdráttarlausan hátt. En þess að ég tel að ég alveg sammála því að það að fordæma allt ofbeldi og allt ofbeldi gagnvart kynferðisofbeldi sama gagnvart hverjum og sérstaklega gagnvart konum og það alveg skiljan, maður skilur alveg þörfina og þetta sömuleyti kannski sögulegt uppgjör, það bara eðlilegt að það sé þörf sem að sprettur upp og ég ekki að gera lítið úr því að það full ástæða að reyna að koma þessum viðmiðurum á framfæri líka til þess að búa til ákveðna ný samfélagslega viðmið sem eru kannski eðlilegri, en það ekki sama hvernig það gert, sko, það getur verið svo ósanngjarnt gagnvart einstaklingum sem eru borðnir sökum og hafa kannski ekkert gert og eru síðan í raun og veru dæmdir af fólki í samfélaginu á þess að hafa kannski verið til dæmis kærðir til lögreglunar eða rannsóknar farið fram, oft fannst mér ásakanirnar vera mjög óljósar og og hvað nákvæmlega hefði þá verið að gerast. Það er almennt þessa múksefin, sko, því þú segir við þekkjum alræði stjórnir og svona, að mér svo gaman að fara aðeins inn í mitt, þú veist, það einhvern veginn þetta í okkur, já, horfa á helförina eða nasismann og segja, já, þetta var nú bara einhvern veginn þvílíka rugli en það bara búið að gera endalaust að félagssálfræði tilraunum sem bara sýna það að megnið af fólki, ef það hefði verið upp á þessum tíma þá hefði þetta hegðað sér nokkuð leyn, sko. Af því eins og þú ert að segja, ég held að sé bara meira en að segja það að vera hugrakkur, sko. Og standa upp þegar það komin ákveðin pressa á þig að vera inn í hóp og vera inn í, þú veist, kannski svona hjörð eða múgi, það þarf bara dálítið mikla getu til að standa út og segja, heyrðu, nei, ég ætla ekki að taka þátt í þessu, sko. Tala nú ekki eða það beinir farið að ógna þér, sko. Jó, en eins og ég segi, sko, það var ákveðin reynsla sem ég lendi á ákveðin tímabilið meðan ég starfaði í rannsóknum og kennslu við Háskóla Íslands og þegar ég hugsaði tilbaka þá reynslu, það voru nokkur ár eða hvað að kalla, sko, þá komst ég bara þeirri niðurstöðu. Ég get aldrei og mun aldrei láta það endurtaka sig að annað fólk skilgreinir hver ég fyrir hvað ég stend og hvað ég segi. Og ég ætla ekki, aldrei, í lífinu að falla í þá gryfju að þegja endalaust, sko, út af því að það þægilegt ef að það bara málefni sem ég tel vera mjög brýn fyrir almannahagsmuni eða fyrir samfélagið, þá finnst mér og eitthvað sem ég tel mig að hafa þekkingu á, þá finnst mér að maður eigi hispurslaust að tjá sig. Ég heyri það þegar þú talar að þú verður mjög ákveðin og hvars og þú talar á þannig persónulega reynslu. Upplifður það þá einmitt því að var bólað út, það ekki ákveðin hátt? Jú, reyndar, sko, tímabilið sem ég að vísa til var löngu fyrr, sko, en það er svona það kemur því ekki við það þegar ég hætti hjá háskólanum, sko, en það var bara svona það alveg, sko, meira en 10 ár síðan, sko, sem að þetta var ákveðið svona tímabil sem kom upp í mínu lífi og sem sagt grundvallar atriði laut í raun og veru tjáningafrelsi einstaklings sem að sinna rannsóknum og hvaða mörk eigi að setja slíku tjáningafrelsi og ég taldi í raun og veru á mér brotið en hélt síðan eigi að síðu, sko, áfram en bara grunnpunkturinn að sú lífsreynsla öll, sko, hefur bara kennt mér það að ég ætla ekki að fara út í einhver smáatrið hvað það varðar, en aðalatrið að ef maður alltaf tilbúinn að gefa eftir eitthvað sínum karakter til þess að lífið sé þægilegra,
þá hægt og sígandi molnar undan karakterinum og hægt og sígandi verður maður bara gufu. Amen, djúvill ég sammálaðið maður. Og það eitthvað... Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.